Verið velkomin í... þetta að byrja? Já. Það ekki bara? Jú. Gleðilegt nýtt ár. Gleðilegt fucking ár, maður. Er þið til í þetta? What a concept. What a concept. Þú líður mér hérna... Núna var sería 2 að byrja á podcastlanum og ég er strax fyrir vonbrigðum. Með okkur? Nei, bara sería 2. Er það ekki alltaf verið sería? Þannig sería 1. Jú, sérstaklega er ekki maður á Wire. Það var alveg gott að mjög að seríu 2. Okay. Það er samt kjaftaði. Það er oft sem að fyrsta serían er svolítið svona, þú veist, við erum ekki ömuleg, en við erum, þú veist, við hversu oft höfum við talað Seinfeld. Fyrsta serían af Seinfeld er svolítið svona amatörlega, þeir eru svolítið að finna þetta og þeir veit ekki eins og hvort þeir séu með samning fyrir aðra seríu, svo fá þeir samningin og þar gerast galdranir, sko. Má ég segja eitt samt, því núna er ég Simpson líka. Datt út úr Wire í seríu 2. Það er það hún svo léleg? Að hún er fucking leiðileg. Svo er 3 geggju. Hún er ekki léleg. Hún er vist krúsjál fyrir handrit í heilsinni, eða ekki? Þú veist? Það var nokkur ég er ekki búið með Wire, ekki glemma það, sko. Ég er að seríu 3 núna á Wire. Ég er ekki eins og byrjað á Wire. Það er fárulega vandastöf, sko. Já, þetta er gott að ég er eiginlega spáið að taka þetta aftur og sleppa seríu 2. Já, ég myndi bara að gera það, sko. Ég skal bara meira segja, þetta er bara svona 2 hlutir sem gerast. Ég bara horta okkur svona YouTube-dæmi sem er eitthvað svona... Jú, ok, gera það bara fyrir. Og recap önnur sería. Ég horfi á, áður en að Netflix og öll þessi snild komi með hana rauðu strikina sem ég veit bara nákvæmlega hvað ég er í þáttum. Þá var ég ofta að horfa á, ég var að fucking horfa á Game of Thrones og ég ætla að downloada því á, hvað sem heitir, Dildu Ice Tracker eða hvað sem heitir hann. Þá var ég alltaf að finna. Er það ennþá lifa góðu lífi? Íslensku torrentsi? Já, ég var að downloada því í gær. Já, feitt. Fer bara inn á... Ólulega. Já, bara Tor-browser. En notar... Tor-browser, eða downloada bara... Ég er að downloada bókstæla dóti sem er bara... Síðan er ég að borga fyrir á Netflix líka. Ég man ekki, það högti eitthvað streamdæmi í sjónvarpinu, þannig ég downloadaði. En ertu bara að gera þetta bara í opnum browser, bara browserin sem er tengdur í Gmailið þitt og Facebookið þitt og þar er þú bara að downloada á torrent, frekar en að bara nota Tor eða, þú veist, VPN, Nordic eða eitthvað? Já. Nei, það er ekki hægt. Hvað meini? Myndur þú nenn að vera bustaði fyrir þetta? Ég meina, tekja á sig, ég skal bara sína ykkur þetta. Það er svo hvað gerist ef ég fer hérna á dildi.net? Lokað vegna lögbanns úrskurðar. Já, þú veist, það er svo ógeðslega auðvelt að komast hjá þessu með Tor eða bara einhver svona VPN-dóti. Já, bara VPN Express. Bara VPN, ég er í Suður-Afríku núna. Ég ger það þetta? Já, ok, gott. Já, ég menn annars kennst ég ekki inn á síðuna. Já, bara allt í góðu. Hvað meður, auðvitað, ég er alltaf eitthvað í Brasilíu. Ég spurði og þú veist eitthvað, nei. Já, Þú sagði nei. Nei, muna, halló, fela slóðuna sína, það er mjög easy. Mér líður svo mikið eins og ef ég næði Tor-browser, að þá mun ég óvart þessu. Já. Að þú veist, ég þor ekki... sko, fyrsta lagi það langar mig ekki að verða vitni af barnaklámi, af því ég hef heyrt að ef þú opnar Tor-browser þá er bara, fyrsta sem gerist er bara einhverja barnaklámsauðlýsingar. Þú er bara að tala um eitthvað Silk Road eða eitthvað svona... Ég veit ekki hvað þú varst að segja. Já, ok, það er bara vefsíða sem þú kemst bara inn á í gegnum Tor-browser. En Tor-browser er sem ég bara eins og Google eða eitthvað, já, Chrome eða eitthvað sér. Getið ég fara bara á google.com á Tor-browser. Þú veist, þú getur nota Tor-browser bara eins og bara þú getur nota... Herriði, by the way, ég verð að segja það, fyrst að sería 2 byrjuð, þá er tæknilegin okkar orðið miklu betri. Núna erum við actually, sjáðu, nú segi ég eitthvað YouTube. Og ef þið eru á YouTube að horfa á okkur, þá kemur bara gluggi upp, sjáðu. Það er bara síningu með Tor-browser? Ertu bara með Tor-browser í? Ég til í þetta. Þú veist, kannski einhver að hlusta sem eru bara í álfurinni að downloada efni ólöglega bara fyrir allra augum. En varstu að, Förum aðeins yfir þetta. Þetta er bara Tor-browser. Við erum ekki að fara að opna eitthvað hræðilegt, í... Þú ert búin að heyra einhverju draugu, svo varst að tala við Helga? Já. Shit, Gauti, lokaði augunum. Þetta er bara... Þú getur líka verið með DuckDuckGo bara í venjulegum browser. Já, ég menn þú getur notað DuckDuckGo. Svo ef maður fer að deldi hérna, þá virkar það. Damn! En notar þú þetta í eitthvað... Annað en þetta? Já. Nei. Ferðu, ef þú skoðar porn, ferðu inn á Tor. Porn? Nei, þá er það bara svona incognito, sko. Já.
Ég ekkert eitthvað En það vart í miklu Ég ekkert eitthvað alþjóðlegu glæpamaður, skilur við. Þú ert í inkognito, ert að horfa okkur fríkidót og síðan eitthvað, bara eitthvað hugmyndur nei, þetta núna fer ég í Torg. Þetta of mikið. Ekki einu svona inkognito mót. Þetta eitthvað next level. Já, ég bara eitthvað svona, þú veist, eitthvað bara, ég veit ekki einu sinni hvað ég vil segja upp átt, bara eitthvað, þú veist. Ég nefnilega, það kom strákunni daginn skrifstofu. Ég ekki að tala ólega hluti, ég bara að tala nasty freaky stuff. Já, bara gúmmírasa. Það var verið að kynna mér, ég fór inn á Silk Road, sem svona dark web og það getur leikt hitmenn og keftir síru og byssur og eitthvað svona. Já, þar hefur Helgi verið. 100%. Þar eru byssur og eiturlyf og hitmenns og Googlar, sorry, nú er ég að spá með þetta deep web shit. Til þess að finna þetta, þarf ég þá að googla það í gegnum? Nei, sko, þetta er ég er mjög litla þekking á þessu en ég fekk smá svona tutorial á þessum daginn þar sem að þú ferðir inn á Silk Road og það er ekki neitt, þetta lúkar bara svo vefsíða frá 97 eða eitthvað og svo ferðir bara svona bara create an account eða eitthvað og þá ferðir kóða og þú verður að vera með hann að kóða annars glatar það bara öllum upplýsingunum þannig ég fekk hann að kóða, fór aðeins inn og þá er þetta bara eins og þú veist, bara leita niðurstöður á Google það er bara, viltu kaupa sveppi, viltu kaupa þetta hér, viltu kaupa þetta hér, svo getur þú valið bara, ég ætla að kaupa dope, ég ætla að kaupa svona, ég ætla að fara og drepa gauta. Já, með hitmannin, núna er Silk Road orðið pínu mainstream fyrir dark web og þannig að það er komið eitthvað enn meira, en með okkur að segja Skal ekki rugla því við Silicon Valley? Nei, þetta er ekki Silicon Valley. Nei, ok, þetta er ekki Silicon Valley. Ruglið þið bara saman. Sami hlutur. Nei, basically. Nei, en þú veist, þarna inn á þú veist, gætur, eða þú varst bara eitthvað að hangsað inn í heilengi, þá gætur lenda á bara einhverju live feedi, þú veist, af fólki að pynta fólk eða eitthvað svona, sko. Þetta er ástæðan fyrir að ég er ekki með Tor browser og ég downloada bara í incognito og fer þykistur í Brasilíu. Ég er að gera svo saklausa hluti í tölvunni að hvað kallar þetta? VPN? Já. Það græðir bara það sem ég er að gera. Það ætti að vera nóg fyrir flesta, sko. Veistu hvað, síðan eins og með íslenska þætti sem er inn á og það hefur verið umræð svona hvað er mikið dick move að downloada íslenskum sjónvarpsþætti. Já, það er alltaf bara dick move. Já, en veistu hvað? Á meðan það er ekki hægt að taka dót og borga fyrir það. Af því ég myndi óska þess að ég geti borga fyrir bara einu seríu. Segjum bara að mig langar að horfa á svínasúpuna, gömlu. Hvað myndir þú að gera? Á ég að borga fucking 8.000 eitthvað á mánuði fyrir stöð 2 til þess að horfa á þessa einu seríu? Já, er þetta bara þar? Þetta er bara, já. Eða bara DFD eða eitthvað bara í kólaportinu? Mér finnst þetta mér finnst það þarf að samsvara það þarf að samsvara markaðnum það þarf að svara neytendum og það er svo grillað að þurfa að borga svona svakalega upphæð fyrir 15.9? 15.9? Nei. Já, ég er með það. Nei, ég er með marathon. Er þetta bara marathon? Til dæmis að marathon 3.9? Maður sjá, stöð 2 marathon, ok. 4 skall á mánuði fyrir að það er ekki hræðilegt, ok, take it back. En maður sjá hann að verðlist aðeins. Markaðinu þarf að svara neytendum að gera það. Ég er með skemmtipakkan. Skemmtipakkin 15.900? Nei, það er stóri pakkin. Ég er með skemmti, ég veit ekkert munur. Er þetta mánaðarverð? 20 skall? Hvað færðu? Það er eins gott og fáir bara hluti í stöðu það. Það er stjálfurinni. Fyrir 15.9 og fucking 90 á mánuði. Það er ruggla verð. Það er eins og Netflix í ár. Já, ég bara veit ekki hvað sé ég þessu pakka. Skemmtipakkin, stóri pakkin. Bæði veil, taka fram, við erum alls ekki sponsaðir á stöðu. Ég er að borga fyrir mitt. Reyður yfir þessu? Akkur getur ekki ítt á nettana? Herri, farið í spurt og svarað, farið í netspjall og spurðu hvað fokkarum fæði fyrir 15.9. Herri, ok. Ok, við skulum ekki vera að brása stöð 2.is. Við erum konið tún dýp. Ekki ángra fólki. Ég veit ekki hvort það sé sniðut að við séum með svona góða tækni. Það er bara að googla þann daginn. Þið bara, upprunalega konstið var bara þegar þið viljið sjá eitthvað og hafið möguleikann að biðja mig það og getið bara varpa upp. Já, algjörlega. En ég ætla að segja með allavega, þetta er að klára svona með skemmtipakka og marathon og okkur svona dæmi. Ég heyrði umræðum daginn
með RÚV, af hverju fokkaran get ég ekki skoðað allt sem að, til dæmis það, RÚV, við borgum fyrir RÚV og ég meðist það gott að blessað, ég vil hafa RÚV, ríkisútvarpið og bara sjónvarpið og allan pakkan, en mér finnst svo grilla, ég get ekki skoðað neitt sem gerir, ef það gerist fyrir meira mánuði, þá bara dettur út úr sarpunum. Já. Og og engin leið að skoða neitt, nema inn á milli kemur eitthvað svona, það er eins og einhver svona random gaur niður og lagar sig eitthvað, herruðu, setjum þessa seríu. Já, ég fann Klán sería 2. Já, og Spaugstofan sería, ein sería kannski frá 96 eða eitthvað. Já, og hendur inn. Já, nei, það, mér finnst, ég saman á því allan með RÚV að maður ætti að sjálfsögðu að hafa aðgengi að bókstaflega öllu efni sem framleitt fyrir það. Pældi hvað væri ógeðslega gaman og hvað myndi myndast líka bara skemmtileg menning í kringu að lið fara að kafa onni í þessa gagnabanka sem að eru til, hvenær byrjaði sjónvarpið, ég hef ekki hugmynd, skilur, en af því að fólk nennir, sko, að þið núna á tímarit.is, það ekki að, þú veist, þar getur þú pretty much flett upp í öllum íslenskum dagblöðum eða tímaritum frá einhverjum ákveðnum tíma. Fólk dýrkar það. Það er bara, það er alveg geggjað að finna eitthvað tímarit.is og byrja að fletta blöðunum frá 60 og eitthvað. Það er líka bara... Það er alveg trillt. Það getur fundið bara ammælistæðin sinna í blaðið, ekki? Jú. Já, vá. Ammælistæði sem bara þú fættist. Já, þú veist, ég var alveg til að eiga blaðið. Já, alveg miklu lengur. Vá, ég hef aldrei hugsað þetta. Vá, hvað ég væri til að eiga blaðið. Ég myndi að gefa bara, hei, wow. Já, ok. Geðveik. Fólk fatta alveg þegar þú hefur sussað á hann. Það er enginn að hlusta á líf. Hvað ætlaði hann að segja? Hvað ætlaði hann að segja? Hvert var hann að fara með þetta? Þetta er brilljant hugmynd. Þetta er algeng. Ándjóks, ég myndi að myndi fá bara opna pakkan bara, hvað er þetta? Dagblað? 17. nóvember 1989, dagur sem fæddist. Ég var ekki að lesa hvað er í gangi. Ég var samt ekki í því blaði. Já, þið geti gert það. Tímarit.is. Ég var ekki í því blaði. Nei, ég veit það. Já, tímarit.is, ég mynd kveikt á það, ég ætla að kíkja á það að tökur eru búnar. Já, einmitt. Ég hef oft flett upp. Ég líka, eins og ég satt ykkur frá kassanum sem ég á heima, sem með öllu draslinu sem að ég var safnað saman. Sem að Jóhanna flokkaði. Sem að flokkaði. En ég hef flett upp svona því sem að hefur vantað. Ég er endur ekki búin að, ég þyrfti að sko prenta út og setja það niður. Einmitt. Herðu, stráka, hvað gerðu þið í þessu fríi? Við erum búin að vera í fríi alveg í hvað, hálfa mánuða? Já. Meira? Pókastalinn alltaf? Já, ég fór norður til foreldra minna og bara, þú veist, ég ger ekki neitt, maður. Ekkert. Ég bara var með barninu mínu, ég svaf og át og las bók, að hlusta á bækur. Ertu hættur að lesa bækur? Það er bara svo ógeðslega þægilegt að hlusta bækur. Ég byrjaði frekar nýlega þannig sé að hlusta á heilu bækunar. Ég var svolítið í því að lesa. Svo byrjaði ég að hlusta, þú veist að því að byrjaði að hlusta mikið á podcast og eitthvað. Svo byrjaði búin að læra það að vera einhvern veginn, að gera hluti en samt einhvern veginn að hlusta stöðugt á eitthvað. Og maður þarf náttúrulega svolítið meira að einbeita sér að. Það er auðveldar að hlusta á podcast og gleyma sér í einhverju og þú veist það eru liðina 10 mínútur og þú hefur ekki meðtekið nokkuð skapaðan hlut. En með bækur það er svona þannig, sko, mér finnst grínlaust best. Þú veist að því að þú ert að lesa bók, þá ertu bara með bók og þú ert bara búin að koma þig fyrir eitthvað, hafa það voða kósí. Þegar ég er að hlusta á bækur, þá finnst mér gott að bara liggja. Og ég er ekki að gera neitt, ég er bara kannski með opin augun og horfa í loftið eða loka augun og það er bara að vera að lesa bók fyrir mig. Og það er bara fucking geggjað. En það veit sem að hlusta og að lesa svona tíma. Ógeðslega fyndið sem að, ég er að muna, Jóhanna var í gær að segja við mig, hún sagði, ég var að reyna að lesa hana Power of Now, eða hlusta á hana, og ég var alveg, já, og ég náði bara ekki neinu, og ég var alveg, ok, varst í símanum á meðan, eða eitthvað, hún var nei, tölvunni, ég var alveg, ok, og varst að lesa bók fucking núvitund. The Power of Now. Hvað var hann að gera? Var hann bara á YouTube í tölvunni? Hún var bara eitthvað að lesa fréttir og eitthvað og ég náði ekki neinu og ég var alveg, já, ok, er ekki kannski að því að þú varst að bókstaflega bókin sem að helst vill bókin ekki að þú sérst að lesa hana, skilur bókin vill helst þú sérst og þetta er góð bók. Já, bara helst vill bókin bara að þú gleymir henni og þú sérst bara inn í herbygginu og sérst bara, wow, ég er bara í fucking núnu. Hún var að reyna að lesa, hlusta á hana og einmitt gera sama og ég hef upplifað þetta, ég get hlusta á podcast og mér er alveg sama, þú veist, þó ég missa einhverju, en bækur, það er ekki hægt. Nei. Hefur ekki, þegar maður er að lesa bækur og maður fattar að maður er búin að vera
á autopilot að hreyfa augun með textanum og maður er alveg, ok, það er að fletta 4 blaðsíður aftur og ég bara að þú verður veit ekki hvað ég var að þetta er ekki svona sem er podcast, núna erum við búin að spjalla í 20 mínútur og við höfum ekki sagt neitt að viti en með bækur þá einhvern veginn þá er eiginlega hver einasta lína þarna af einhverju ástæðu for a reason man varstu að lesa ykkur skemmtilega bækur? Já, ég er að lesa sko að hlusta á bók sem ég las fyrir nokkrum árum þetta er smá svona, þetta er sci-fi sko Ertu að hlusta á þetta Storytel eða? Ég er að hlusta á Audible Já, ensku þá. Já, þú veist, af því að ég sótti mér, af því að við erum alltaf að tala aftur og aftur þessa helvitis bók, How to Stop Smoking. Ertu búin með hana? How to Stop Smoking? Já. Nei, ég bara fekk mér account Easy way to stop smoking. Easy way to stop smoking. Ég fekk mér account á Audible og var með eitthvað free trial, svo ég geti fengið mér þessa bók, nema hvað ég glemd að segja upp free trialinu, þannig að í hálft ár þá safnaði ég 6 punktum, 1 punktur á mánuði. Ég ger þetta líka. Já. Og allt í nú í desember, þá fekk ég einhver rukkun og nú hef ég fengið nóg, það er alltaf verið að rukka mig fyrir eitthvað sem ég er ekkert að nota. Já. Og tók mig djúvill er oft erfitt að segja upp hlutum, það er alveg óþolandi, en blessunlega er ég alveg, sko, ég er svo fáránlega þrjóskur þegar mér finnst að mér vegið að ég sigrast alltaf á því á lokum en þá samt sat ég uppi með þessa 6 punkta þannig að ég sótti mér 6 bækur allt bara svona einhverja legendary sci-fi bækur En var og þegar þú varst að tala podcast og fara sinni yfir hljóðbækur þegar ég hlusta mikið á podcast en ég á mjög erfitt með að hlusta hljóðbækur Já, ég skil það þú þarft að koma þér einhvern veginn þú veist, mér finnst best að hlusta á hljóðbækur þú veist, ef ég er að taka til eða vaska upp, eða það er rosa fínt að eiga barna þegar maður er oft út að labba það er sko það allra besta þar finnst mér langt best að hlusta podcast og hlusta bækur þegar ég sagði all þá opnaðist hóla allarlega onni maður ég er að hlusta núna ég er að hlusta á geggjaða bók Hvað bók? Hún heitir Saknað og hún heitir Saknað, undirtitillinn er Mannskvörf á Íslandi og þetta er basically bara, þetta er svona eins og það sé verið að þylja upp bara á Wikipedia bara allir sem hafa horfið og af hverju, ekki af hverju svona, er ekki meira þess að Wikipedia síða sem er einmitt líka bara svona mannkvörf á Íslandi já, allir sem hafa horfið það er svo margir sem tínast það er svo miklu fleiri en ykkur grunar sem tínast og bara finnast aldrei, það er freaky fucking stuff og mér langar svo lítið að tínast mér langar lítið að tínast og mér langar líka mjög lítið bara að mér langar mjög lítið að upplifa eitthvað ímyndaður bara ég myndi bara fara suma sögurnar er svona þetta gæti verið saga í bókinni bara Gauti var í podcastalunum síðan þurfti hann að pissa og fór að pissa og sást aldrei aftur nei, já ég veit hvað þú menar þetta er bara svona, maður er bara það er ein saga í bókinni sem ég er reyndar ekki komin á sem ég er búin að ástæðan fyrir fór að lesa bókina það er Gauti sem fyrir Berjamó og segir, ég er ekki tjóka fyrir að segja fjölskyldun sinna herru, ég ætla að fara að sækja bera hana hinum með hólinn og eru þau með honum? Já, hann fyrr sækja ber og hljópa hann sér bara sást aldrei aftur ég sé að fyrir verið hlaupa býr bara í allir fyrir sem okkur tré pappi nei, þú veist annarkort sá kæi hljóp eða datt nei, sá gaur sko með svona dót þú veist það er þrennt býta aðeins það er bara sprunga sem gleipir þig menn taka þig og fara með þig skilurðu, eða þú bara náttúran bara sér þig þú varst í fokkin Berjamó, hvað gætt gerst? Já, en ég leiði mér að fara ég ætla að lesa þá sögu áður, eða viljum við kannski koma með fleiri kenningar eins og Berjamó þú taldir upp 3 hluti þú veist, A á að gjóta hvað var að B, menn kom að taka þig og hvað var að C, að náttúran sér þig en sko, sér mér lína allt komið D að þú veist, ef þú er ég ætla aðeins að pissa og þú er búin að vera eitthvað að plotta þetta devious plan allan tíma og þú myndir einhvern veginn koma þig bara frá landi þú myndir bara eitthvað láta bíl, taka taxa eða nei, þú náttúrulega þá myndir við geta yfirheyrt taxan einhver myndir bara koma þér í einhvern bát og þú er bara farin
Já, og bara ekki flest mannkur þannig? Nei, flest mannkur eru ekki þannig af því að fólk myndi at some point við erum að tala að fólk fer út og bara hverfur En ímyndaði það geðveikt margar sögur Ég náttúrulega trúi því ekki að þú getur bara Nei, ég er auðvitað ekki að tala eitthvað svona yfirnáttúrulegt að þú bara að þú verðið bara eins og ósýnileikurinn í The Boys, skilur þetta er ekki þannig þetta er actually bara það gerðist eitthvað það er einhver atvik litt upp að þú ert ekki það er einhver búin að steypa þig eitthvað í jörðina eða taka þig sko ég myndi ég held að sé ekki útilokað að menn bara fari sko þeir séu bara óhamingjusamir hata konuna sína fyrst börnin sín heimsku og ömuleg og eru bara ég gæti bara verið í Argentínu að byrja nýtt líf og svo bara einhvern veginn byrja svo hugsun einhvern veginn að vefi upp á sig og það er alveg fokk hvað það er doable, ég geti bara fucking farið ég geti látið mig hverfa og svo bara fara menn í berjum og eitthvað með fjölskyldun eitthvað það er að skreppa bak við hól Ég sé fyrir mig paniki Einn þetta svis og það lítið tilbaka og það bara svona kona og börn bara ég sé líka fyrir mig að því að þeir fundust aldrei að því að maður hefði hugsað ef þeir myndi koma sér með skip þá myndi þeir finnast að því að það væri bara einhver sem myndi bera kennsla á en þeir eru með svona fake skegg og gleru fake skegg og gleru og síðan segir einhver mannskap býttu eftir með skilríki og hann rétt skilríkin þá er líka fake skegg og gleru það verður að vera, annars kemst upp með þig já, þetta er og ég hef alveg átt það erfið moment heima það sem að þegar Oliver skeit á gólfi á jólunum við erum ekkert búin að eiga bara það er svo margt sem við eftir að fara yfir þegar Oliver skeit á gólfið á jólunum þegar það var hálftími í að ég væri að fara að setja gljáa bara síðastu snúning á gljáa á hamburgerhryggjinn þegar Oliver skeit á gólfið var hann rassaber? Hann var rassaber, hann var nýkomin á sturtu og síðan segir hann allt í einu Giddi og gerir svona Giddi basically er að segja Gauti og Kotta á saman tíma Giddi herri, ég fer fram og það var bara mannaskítur á gólfinu þá hugsaði ég djöfull væri gott að keyra bara út í sjoppu kaupa einn bara Winston rauðan og bara ég fengi nóg að þú veist að þessi kenning ykkar með að menn hlaupi bara í burtu og hlaupi í skip ég held þeir myndu þetta plan myndi leið og einhver myndi verða bara einmanna, skilur þú? Nei ég held bara að ef þú ert að lifa lífi sem að þú hatar og þú ert eitthvað, ég man alltaf bara lifi bara einu sinni og ég er bara hér og þú ert eitthvað, ég lifi bara einu sinni ég geti gert allt sem ég fucking vill og allt í einu ertu bara þú veist þetta og þú verður ekkert einmana þú fer bara, þú veist, ef þú ferð til útlandet fullt af fólki þar það er ekki eins og þetta bara eitthvað og verður að lifa út í náttúrunni þetta er miljón svona sögur það sem að hafa verið að leita ég sá deitan þátt, það var bara að leita gæi 10 ár svo fannst það bara nýja fjölskyldu ykkur stær í Mexiko ég held líka það er sér fleiri svoleiðis case en við höldum að menn týnist þegar það er ekki snjóbylur og það er ekki búið fjalli og eitthvað svona ef það er bara í Berjamó þá var þetta þú að hlaupa og... Nei, en myndir ekki reyna að flýja einhvers staðar annars staðar en í motherfucking Berjamó? Kannski var hann með þú veist, fjórhjól á bakvið Nei, veistu af hverju? Það var ekkert sem benti til þess að neitt það ekki Nei, kannski sá náttúran þennan gaur Já, og var ekki mosi líka óhendur eitthvað til að láta sig hverfa í fótspor og allir brjálæðir En þú veist, geimverur 50 möguleiki, geimverur tók hann Ég er þar Þú varst þar að þann tíman Já, þú kemur alltaf trúi á geimverur sem að og þetta Pentagon keftaði og þetta dæmi sem við vorum að ræða daginn en samt engar sannanir fyrir neinu Nei, þú veist, sko Nei, en þú veist Er vídeo sönnun? Er til Premiere, er til Final Cut og Premiere
Já, en ég að tala þá ertu beint að segja að það ekki að sanna neitt fyrir þér. Ég þurft að koma með gameskipið til Ég trú ekki, eftir búin að sjá bara hvað hægt að gera deepfake, hafið skoðað það ekki Nei, þessi að spyrja, þyrfti ég að koma með geimveru til þín myndur ekki segja, þetta bara brúða hefur séð hvað ég að gera hérna í Þú þyrftir allan að koma með eitthvað meira en eitt vídeo. Þú getur ekki Eitt vídeo sannar ekki neitt. tilkynningu frá Og þetta Pentagon. getur ekki verið svartkvítt vídeo. Af hverju er verið að taka fucking svartkvítt vídeo núna? Af hverju líta öll öryggisvídeó út eins og þessu tekinu upp á fyrsta fucking iPhone? Ég getur ekki bara límt iPhone í stað. Ég oft hugsaði þetta. Hafa ekki Já, bætti, er það af hverju eru öryggismyndaðar með svona umulega mynda? Þú getur zooma inn í bíómyndum af pixlastyrla, þá getur þú séð. En er ekki svona öryggismynd að vera í svona lélegum gæðum bara því að þær eru náttúrulega alltaf að taka upp. Þannig að þetta er svo ógeðslega mikil gagnasöfnun, þannig að það þyrfti í rauninni að lágmarka gæðin bara svo sé hægt að safna þessu saman. Að því að ef þeir tæka upp í einhvern HD-dótið þá náttúrulega það er vesen að halda utan þessi gögn. Mjög góð punktur, þetta bótið það. Maður kom með samt bara mótrögg. PlayStation talan mín, til dæmis, PlayStation 5 talan, þegar ég er að spila hana, þá tekur hún alltaf upp, ég get stilt hvort hún taki upp klukkutíma eða 15 mínútur eða 5 mínútur og síðan eyðist alltaf og tekur aftur og aftur. Það er ekki það mikið vandamál að vera bara með 1-2 terabæta disk sem að tekur upp bara 2 terabæti er ekki neitt þegar það ert að tala um HD eða 4K eða eitthvað sko. Já, en við erum að tala um eina kameru kannski og segjum 5 kamerur og öllu Íslandi eða eitthvað nýja? Á öllu Íslandi? Nei, bara Á í hverju svæði? einni verslun, Okay. skilur og í staðinn fyrir að það bara refreshast alltaf, skilur á bara á dagsfresti og þá er basically þegar að gaurarnir fara þarna og ætla að berjast fara inn í úrabúð Gilberts á Laugavegi með sleggju, þá geta það farið og verið eitthvað, herri, býttu nú við og skoða á, skilur, ég veit það ekki Ég finn fullt að hérna, ég var að googla þú veist, það er til bara eitthvað HD öryggiskamerur og eitthvað, þannig að þetta hlýtur að fara bætast Sáuð þið það bæði? Hvað? Að þarna, þessi úrabúð Gilbert sem er hann skólaörstíg þar sem allir frægugörðarnir fara þetta er eitthvað svona þetta er, í hvert sinn sem það fer ef það kemur einhver frægugörð til Íslands þá fer hann þangað og fær eitthvað svona fastum mitt út Gilbert það er geðið Gilbert og hvað getur hann heita það er búið að reyna að brjóta sinni í þessu búð tvisvar á mjög stuttum tíma og þetta var bara miðjan dag og það var að tala um að það búið að aukast svo umbrot í miðbænum minna fólki og bara minna verslunum og meiri fátækt meira fólki fokki og síðan var ég að horfa í Joker daginn og ég hugsaði mögulega er Reykjavík að verða svona Gotham borg ok, I like it af því að það er alltaf einhverju gaurar að reyna að brjótast inn til Gilberts ert þú það bara, já, þetta er bara alveg svo í alltaf Batman myndinni og ég fór í ruslakennsluna í fyrradag og stútfullar rusli sko. papparusli, það var ekki búið að sækja papparusli alveg svo í Joker var það ekki tengt jólónum eða hvað eða Joker eða Gotham ég er bara að láta mig dreyma og síðan ég er búin að horfa svo mikið á svona overhitudót það var svo skemmtilegt, væri þið til að búa í heima þar sem væri overhitu til? Nei það var það kannski veist af hverju, því þá væri overhitu myndir bara myndir já, bara gaurin var að leiki þeim já, nei, það væri bara ef það væri til overhitur þá væri overhitur ekkert merkilegar sko, mér finnst veistu hvað það tala um? Ef Superman væri búin að vera til í 30 ár þá væri allir bara, fuck Superman man. Fucking dick já, bara, getur ekki bara að lifta okkur að vera bara vennileg þurfum að fljúa þarst alltaf að fljúa hvað ætlaði þú að segja þarna? sko, ég er ekki mikill fan af overhetju dóti almennt en stundum er það bara svo vel gert að ég fíla það augljóslega, ég fíla gott dót því vorum að tala um með Boys fyrir þetta og þú veist Dark Knight og hitt og þetta, margt vel gert en ég fór í bíó í kringu jólin, rétt fyrir jól og ég var á nýju Wonder Woman myndina er þið búin að sjá hana? Nei, ég mitt beið með henni, ég er bara hitt aðeins á þig komnar margar Wonder Woman þetta er númer 2 sko já wow, hvað hún fucking sökkaði maður léleg já, bara, oh my god ég bara
þarna sko það var svo sem ekkert meira, mér langaði bara eitthvað að koma ég nenni ekki á eitthvað rapp sko. Það er eitt premiss í henni heitur 1984 að þú gerist 1984 Mér langar að spyrja ykkur út í eitt premiss málega eftir að þú segði mér bara þetta er ömuleg mynd, þá var ég á einu ekki sá hana þannig ég fór bara að horfa fullt af einhverjum spoiler reviewum og bla bla Chris Pine sem leikur í fyrirmyndinni sem gerist í fyrstu heimsstyrjöldinni hann kemur aftur í þessari mynd og hann alltaf karakterinn sér þarna orðin ætti að vera 80 ára eða eitthvað, ætti að vera dauður í sjálfu sér. Já, veistu af hverju hann kemur tilbaka? Já, vilt þú kannski segja frá það sem ég ánka aðalega, var ekki eitthvað body swap eða eitthvað? Það var ekki Chris Pine sálinn að fara inn í gæja sem vissi ekki neitt og var þetta ekki þannig? Sko, hann kemur tilbaka af því að þau finna óskastein og hún óskar þess að hann komur tilbaka og hann kemur tilbaka hversu fucking convenient er það í bíum bara en hann kemur ekki bara tilbaka það er svo mikið lausn á handriti já og vondi kallinn hann nær óskasteininum og getur óskar sér allt ok, já, er myndin óskastein? Pretty much það? Mér langar svo taka eitt koncept á þessu út af því að þetta Chris Pine, karakterin kemur ekki tilbaka hún sér hann bara sem Chris Pine en hann fór inn í annan líka með gæja hann tók yfir lífi hjá öðrum gæja boring en þú veist, ímyndu ykkur það samt ímynda að það er Wonder Woman óskar sér einhvers og þá allt í hennu færð þú bara út af heimilinu þínu þú ert ekki í gauti lengur, þú ert fyrirhandi kærastinn hennar Wonder Woman og hann óskar hann sér ekki bara myndið var búin ég óskaði herðu, síðan lendi við í því að sko ég er þarna í bíónu og þú veist ég er ekkert að skemmta mér eitthvað þú veist konunglega eins og þið heyrið og með hverjum varstu? Ég er með bróðir Salku hann er mikill ofurheitu aðdáandi og bara þú veist alltaf, ég er alveg til að vera bíó ég át mig alveg ógeðslega nammi og snakki og þetta var frábært og allt það en í atriði það sem ég er já ok, núna þetta er svona loka slagurinn það bara bú, rafmagnið af eða eitthvað í bíónu? Já, í Egilshöll það bara sloknaði á öllu og ljósin allt í kveitu ég eitthvað, og þá kemur einhver starfsmaður inn og þetta er bara sorry maður þetta er eitthvað allt í haki og við erum eitthvað enduræsta við bara látum eitthvað vita eftir smá hvernig gengur og við sitjum í korter þá kemur hann aftur inn og er eitthvað herðu bara látum eitthvað vita þú veist við getum eiginlega ekki sagt hvað þetta tekur langan tíma en þið megið fá popp og kók eða viljið og eitthvað hvað segirðu? Fóruð þið? Nei, ég spurði Gústa ég var alveg, hvað segirðu? Ég var að klára myndinu og hann eitthvað, já ég var ekkert að deila við hann ok, allt í góðum en við þurftum að bíða, ég man ekki 40 mínútur í 40 mínútur, ok, er þetta fucking gríðast ég er ekki að gríðast líka sko að klára bíómynd sem ég hafði ekkert gaman ok, nú ætlum ég að viðkynna þegar þú varst eitthvað, við séð Wonder Woman þá myndi ég eftir það, við vorum einhvern tímann milli jól nýjárs þá nefndur þú hefði séð myndina og ég var alveg, ok, ég ætla bara að play along eitthvað, þykist ekki muna að hann hafi staðið frá myndinni þú sagði mér ekki frá þessu þú sagði mér ekki þetta er aðalparturinn í sögunni þetta er bara hræðilegu partur já, ég var bara, það var líka bara ótrúlega hvað það tók langan tíma og hvað var mikið eftir á myndinni? Ég minnir að hafa verið svona korter já, þetta var alveg og ekki worth the wait nei er einhver ég er alveg að halda aftur á mig, mér langar svo mikið að drullaði yfir hann maður nei, þetta er ekki bíómyndaþáttur ég fer í eitthvað bíómyndapodcast já, förum hérna já, getum við ekki bara já, komist þangað farið í bíópodcasti fræga og talið er einhver mynd sem að það er engin mynd sem ég hef beðið í 40 mínútur eftir ég hefði beðið eftir sko, það er alveg margar, ég meina, ef Dark Knight hefði bara stoppað í fyrst skipt sem ég var að horfa á hana, ég hef aldrei beilað, ef Joker hefði gerst í Joker, ég hef aldrei beilað nei, líka þeir eru í bíl hefur ekki frekar farið og komið en sko, þú náttúrulega, ég vissi ekki og horta á alla myndina aftur til þess að komast ég vissi ekki fyrirfram að og borgana miða við fengum bæði vegi þegar þetta fór loksins í gang þá var okkur tilkynnt að við fengum já inni frímiða sem gildir í ár ég er svo brenglaði með svona dót sko ef þetta myndi koma fyrir mig þá finnst mér eins og ég ætti að eiga einu 50 frímiða þau sögðu bæði vegi ekki þetta tekur 40 mínútur þetta var þau komið svona 1-3 sinnum á kortersfresti þú veist fyrst eitthvað sorry og svo eitthvað við vitum ekki hvað tekur langa tíma og svo komið það eitthvað þetta tekur sennilega
korter 20 mínútur eða eitthvað og svo datt þetta í gang. Ég hef lent í þessu líka. Ég man, hvenær kemur Spiderman 2 út? Getur þú lent í það? Hún 2002 held ég. 2002, ok, þá var ég í Smárabíó 2002. Það make sense. Hún 2004 fyrir ekki. Já, ok, það make meira sense. Smáralind kemur 2001, ég var í Smárabíó 2004 og þá kviknaði bíónu þegar á meðan Spiderman var í gangi. Kviknaði í því? Bara kviknaði í einhverju popvél frammi. Þetta var alveg þannig að voru allir bara sendir út. Ís. Ég fannst ég að lesa þetta. Hún kom reyndar ekki svona hún kom bara inn og sagði, herri, það kviknaði í þetta og allir að drífa svo út af því að ég hugsaði að það eiginlega engin meira safe staður til þess að vera í það sem kviknar í heldur en Smáralindin. Bara eldurinn alltaf langt í burtu frá mér alltaf. Ég fer bara miðuna. En þú ert mjög nálægt honum. Ég fer bara miðuna. Það bara kviknar bara veggjónum, skilur. Já, þú meinar það. Skilur, ég fer bara miðuna. Herri, bíðu bara. Ég fór út og síðan vildi ég fá annan miða og þá sagði, nei, þú þarfst að vera með miðan til að sanna og hafa verið í bíónu. Og þá var ég búin að henda miðanum, skilur. Og ég fekk ekki miða. Og ég ennþá spá bitur út í fucking Smárabíó fyrir. En náður að klára myndina einhvern veginn. Þetta fórst út af brunanum? Hent út í brunanum. Vá, þetta ekki svo að það farið bara út í Psycho eða eitthvað. Og ég fór bara og labbaði hringinn og var bara, ég bara bókstaflega labbaði hringinn og var bara, ég var að Spiderman og maður þarf bara að fá frímiða eitthvað. Það bara, ertu með miðan? Nei. Já, það getur ekki sannað, bara eins og ég væri bara ljúa, hefði heyrst þetta. Þú varst örugglega að ljúga. Þetta lið hana, það var að koma út af Spider. Þú bara, ég ætla að nýta mér þetta. Já, myndi ekki mér. Já, ég get ekki eitthvað fara að tuða þessu yfir að eitthvað verið illa farið með þig í bíó fyrir 16 árum. Mér er alveg sama. Ég veit mér drullu sama maður. Ég bara er býðið þegar að fá þetta. Bara bætt. En með einhverstaður 600 kallaði eitthvað þá. Þetta er 1 milljón í dag. Já, shit, ég býðum með að kostuði 650 kall. En hvað, ætlum við að fara eitthvað yfir einhver áramóta heitið eitthvað þannig? Og þetta er svona nýtt ár, nýtt það er það góð pæling, sko. Settuðu einhver áramóta heit? Já. Já og nei. En svo, ég er eiginlega, ég veit hvað ég ætla að gera á þessu ári og falla. Ég ætla að falla, ég ætla auðvitað, ég bara get ekki. Spila fleiri tónleikum heldur en í fyrra? Já, til dæmis. Ég ætla að spila fleiri. Ég spilaði bara 4 tónleikum eða eitthvað á heilu ári. Aðeins meira kannski. Nei, viltu að ég segja áramótaheitið mín? Já, er það ekki það svona sem er mér? Það fall alltaf samt þegar maður segir eitthvað svona tótt. Nei, maður á að segja það. Ég er í allavega hinnu klassíska grenna mig áramótaheiti, sko. Já, það var svolítið chunky. Þessu ekki. En kannski meira bara hreyfa mig meira. Já. Maður verður að hreyfa mig meira. En er ekki ástæðan fyrir að þú ert búin að hreyfa það lítið upp á síðkasti af því það er allt lokað? Jú, 100%. En ég til Já, áramótaheiti er að sigrast á þessu. Já, síðustu 7 daga er ég búin að taka 100 arbegur á dag. Ok. Og ég ætla að gera það í mánuð. Wow. Það eru 3000 arbegur. Ég respekta þetta, sko. Og ég er búin að taka ég tók 20, ég er búin að taka 45 arbegur í dag. Ok. Hvað áttu eitthvað svona met að taka margar arbegur í einu rönni, skilur? Ég held að sé svona 45-50. Og testu grann bara? Já. 45-50, wow, ok. Svoleiðis. Erst þú í sögumálum með það? Ég held að það sé svipa sem ég á mest. En takk ég ekki bara þú veist eitthvað svona Nei, þú veist, ef þú ert að taka arbegur þú ert ekki það sem bara til að ljúga sjálfur. Já, hvað er allavega með 5 fyrir okkur? 5, ég skal ekki koma með þetta. Hún kan sjá formið, sko. Já, ég skal sína formið. Þetta er fyrir YouTube, sko. En ég sko get þetta, eftir að í fyrsta COVID, þá var ég svolítið að fara út, ég er að lýsa þessu fyrir hlustinu, þá er Gauti komin á 4 og þetta eru geggjaðar arbegur. Þetta er flott. Ég veit ekki, gætur verið beinni með svolítið rassin upp í loftið, annars bara flott. Svona flott. Þetta er geggjað. Já. Og gastu gert 50 svona kvikindi? Ég held að sé bara að fara að hendi 50 svona kvikindi.
Já, í fyrsta COVID þá einmitt voru menn svolítið spenntið, þá líka var fara að voru og eitthvað og menn voru svolítið útæfingum og einhverju dóti og þá var ég að mæta á svona útisvæði að gera uppbyggingar og dýfur og allan fjandan en síðan gafst ég upp á því bara að þeim ég bara vesen og ég hef ekki komið í að, hvað voru það margar? 30? Vá, þetta erfiðar ok ég þarf bara mér finnst gaman að lyfta en þá verð ég að vera í þú veist, ræktinni, ekki að því dýrka ræktinni heldur bara þar allt en af hverju tekur ekki þátt, sko, við erum nokkrir í þessu eru þið nokkrir? Í 100 arbeir á dag út hérna það tekur svo fyndi hvað það tekur á út í janúar og sko, skemmtilegast ef hún að vera undan hinum þá sendur bara 100 bara 1-0 á spjallið bara 1-0 bara 1-0 bara 100 fokk, það er svo ógeðslega erfitt að láta taka sér alvarlega meira og meira móður þess vegna er líka alltaf stressað öll viðtöl eftir einhver svona íþróttamót þegar það er já, ég meina, þetta var bara mjög gaman og já, síðu mikinn karakter en ok, þetta er áramóta heiti að styrkja sig koma mér aftur í gott form að ég er búin að heyra geðveikt mikið undanfarið fólk segja um mig, herði hvað er búin að grennast og ég veit að ég er ekki búin að grennast fólk er ekki bara að grínast, það er ekki svona eitthvað hvað er búin að grennast mikið, þú lítur vel út er það, sko, allir sem hafa sagt þetta hafa alltaf gert eitthvað svona með puttunum já, hvað merkið það? Hvað þýðir það þegar þú setur svona 4 puttar það er bara svona eins og upprófunarmerki já, grenna nei, að ég veit nefnilega sko að ég er búin að vera svo lítið í ræktinni eins og allir að hendurnar og mittið og lærin, þau eru að minnka en bumban stays the same sko. Já, ég skilur þig þannig að ég lítur út fyrir því að grennast Já, ég er þetta samanlega, þú lukkar alveg bara slim þú slim sko það er flott form aðna meira áramót heitt leip ykkur að það nei tóbakið það er farið bara halda áfram að vera hættur. Þú hættir svolítið fyrir. Já, svona síðasti þáttur sem við tókum upp. Ég var búin að vera hættur í 2 daga eitthvað þá. Þú ert búin að stay clean. Já, alveg. Duglegur. Ég hlusta á bókina. Ég veit allt um það. Ógeðslega fyndið. Ég fekk skilaboð í gær inn á Instagram hjá mér. Blessaður, herðu, ertu til að benda mér á bókina sem Arnar er alltaf að tala um? Og ég alveg já, þannig að Easy Way to Stop Smoking og mér langaði svo, ég skrifaði þetta ekki, mér langaði svo að vera bara by the way, það er allt ég sem er alltaf að fucking tala um hana. Ég elska þetta moment sem Gauti upplýði. Hafið upplýðað mörg svona moment, það sem er bara eitthvað það verður að gefa einhverjum ég er sem að fucking þetta er eitthvað motherfucking nikotínbók, þetta er ekki svo þetta hafi verið eitthvað þetta er ekki svo hann hafi verið bara, hei, hvað heitir hann að lægi þarna sem Arnar gerði hann hleyp mitt lag, sko, það var bara umræða nikotínbók. En hafi ekki satt fundið þetta frustration? Það var þetta ég, en þarna já, og það er svo glata. Og þú getur ekki sagt það. Þú getur í rauninni, þú kannski segir það, en þú hefðir ekki átt að segja það, þú veist. Já, en þegar þú segir það, sko, það var eiginlega ég sem að, þú getur einhvern veginn ekki komið þessu á þess að vera betri en hinn. Já, þú veist, á þess að hljóma bara eins og fucking tool. Sem þetta er hræðileg stað til að lenda í. En það var önnur spurning var þetta, þegar þið sleppið því að segja og bara svona, já, hún heitir bara þarna og þið er alveg bara þurfum við ekki þá alltaf að segja ykkur frá því? Það hafið eitthvað sem eins og ég var að segja ykkur, jú, 100%. Það er ógeðslega fyndið. Geta eitthvað mikið, þetta er hjarta smá. Ég held að segja, mér er svo erfitt ég er búin að setja mér þetta árum að koma mér í betra form og ég bara get ekki hægt að borða sykur. Ég er búin að hætta að borða sykur á hverjum degi núna. Það er bara drög, maður. Já, en núna, ég fór inn í eldhús þar sem við erum að taka upp og konfekt á borðinu og það er bara vondir konfekt málur eftir. Við fekk mér samt. Oj. Veistu af hverju? Að því ég bara sick man. Ég er bara addict. Ég bara heiti Gauti og ég er sigurfíkill, sko. Já, hæ Gauti. Í alvörunni, ég er svo ógeðslega háður sigri og mér finnst það svo óþægilegt. Ég veit það bara. Áttu eitthvað svona junkie sigumove? Skilur, ertu ekki sem bara, fuck maður, kjöpið Snickers og fer bara inn á klósetti í Breiðholti eða eitthvað? Segir þetta í Breiðholti, myndi ég.
eiginlega verra, Já, stundum ég að kaupa sko, og nú er ég ekki einu sinni að reyna að vera fyndin í sekundubórið, ég átti svona moment í gær ég fór í sund, ég var nýbúin að borða grænmetisúpu og ristabrauð með rektun lax ég ætla að borða á henni fara út svo ég myndi nú ekki fara svangur og lendi í einhverju situationum sem var skilur og ég fór í sund og klára sundið og að labba upp í sundhöllinni og það bara sjálfsali það sjálfsali sem að öskrar á mig þegar ég labba upp á sundinu Hvað segir, ertu í sundhöllinni? Já, og ég kaupi mér svona 150 gram af karamellu húðum möndlum veit ég hvað það þetta er svona eins og pipamöndlur nema ekki pipamöndlur og ég klára pokan á svona 17 mínútum 150 gram við erum talað bæði og ferði steik á veitingastað á 17 mínútum? Ég ekki disgusted sko. Ekki disgusted en við erum að tala þú þarfst að vera með 4 uppi þér konstant í 17 Hefur þú sem bara Ben & Jerry's í einu setting? Já Ég hef Nei Ég rugglaði þegar kemur að ís sko Ég rugglaði þegar kemur að svona nammi og ég byrja þú veist að stundum ég ekki alltaf með þetta craving en síðan eitthvað í boði eða þá að þú veist maður fæst sér ís og eitthvað þá er ég ógeðslegur. Ertu með mentalið þegar þú vilja bara svona ljúkis af? Já, ég er meira, nei, ég er ekkert endur það, ég er meira bara svona, já, fyrst að ég ræði þessu núna, þetta er smá svona rare treat fyrir mig að fá mér ís eða að fá mér nammi eða eitthvað, þú veist, að þegar ég gera það, þá bara all hell breaks loose. Hversu rare erum við að tala um? Það er ekkert svo rare, bara. Segjum bara það er venjuleg vika, það er apríl, það er ekki páskar, það er apríl, venjuleg mánuður, þú ert bara að eiga venjulega vinnuviku, hvað ert að borða nammi mikið nammi? Hvað ert að trýta oft? Þú veist, já, kannski ekki neitt. Kannski ekki neitt? Nei, þú veist, kannski, en þú? Svo 6 af 7 dögum. 6 af 7 dögum, ertu svona leifaður smá nammi? Já. Er þetta ekki 7 af 7? Þá er ég að tala um þetta, þessi móli á hann kántaði. Alla dag. Það ekki? Alla dag fæði mér eitthvað. Ég dæmi ekki neitt. Þetta er sickness. Og þá er ég að tala um samt, þú veist, líka, það er að tala um bara allt sem að gæti flokkast þannig, hvort sem þessi keks eða kaka eða... Já, þá er ég fokkt. Alla dag. En sko, ertu á þannig, ef þú ert bara út í þú veist, þú ert að kaupa matvörur, þú mætir í bónus, ertu þá eiginlega undantekningarlaust líka að taka nammi með þér? Nei. Þetta er, svo neysla hún gerist meira svona í bakherbyggjum á svona bensinstöðum á leiðin heim og svona. Já. En ég samt gerir það, við svo ekki gerir eiginlega svona 4. hverju mataferð sem ég fer í, þá kaupi ég mér eitthvað svona eins og piparhúðar, möndlur eða eitthvað. Fer á kassan, er að telja, er að kaupa fyrir 15 skall, passa með að möndlurnar séu efst í pókanum. Þú veist, er á ræði pókuna. Já, getur svona borðað á leiðinni heim. Já, pappa borðað, eins og þetta kalla. Heitir þetta pappa borðað, ok? Og ég er sko ofta að finna, og ég kaup alltaf, ég veit ekki eitthvað svona bananar með jógurtíði og súkkulaðhýði og svona kasjusnettur og eitthvað. Hotlanami sem er samt bara bullshit. Ég set þú geymir heima hjá þér til þess að lítu þessu borðir. Nei, þetta er ekki hotlanami, þetta er bara... Þetta er ógeðslega gott. Já, mjög gott. Og ég með þetta í handskálinu. Og ég er, þú veist, og stundum klára ég ekki heilan póka og er síðan að keyra, þú veist, kannski morgun, ég er að skutla stælu á þeim í skólinu eitthvað, fatta bara, herri, já, nammi. Fæ mér nammi. Bara mótin til að því fullorinn í móða. En hafið eitthvað sem ég lendi í þessum daginn, þetta er kannski ekki alvarlegt, en það var ekki til nammi heima. Ég fer svona í skúffu þar sem maður geymir nammi og keks og eitthvað. Og ég stundum svolítið lélega að henda bríðunum, þannig ég kíkja þess betur hann í og ég sé eitt svona hlaupgæja á botninum á skúffunni. Nei. Og ég er bara svona, það var enginn að horfa á mig. Ég tekið upp og það Ég gerir þetta líka, auðvitað ekki. En þessi máli er að ég tók þetta upp og ég er svona, ef það er ekki neitt á þessu, ef það er ekki neitt hár, svo varst maður að horfa á þessu. Það er ekki líka, ef þetta er hlaup, er þetta ekki að hart? Tókst ekki bara að horfa af? Þetta er hérna svona skulli og það er greinilega... Skulli? Ég veit að það var svona bleik og... Það er greinilega svona blauti butt og svona snertið það smá. Og þetta því að það var eitt hárkvíð á þessu og ég get ekki svo líst í hvað ég var fljótur að Já. Og svo er það svo fyndið svo eina sem nammi gerir fyrir þig það er ekkert sem heitir eitt nammi, skilur þú verður að fá þér fleiri
Ég get ekki bara fengið með eitt sköllu og þetta er fíknum minni. Nei, nammi er svona frekar svipað og nikotínfíkn. Já, þetta er bara, þú ert ekki að gera neitt annað en að svala þörfinni, hún gerir ekki neitt fyrir þig nema að gera lífið þetta aðeins verra. Hvað haldið að við borðið að marga Macintosh móla mjólin núna? Ég bara 0. Röfflíki, 0. Þið finnst þér vondir? Nei, hann kom bara með pókan í vinnuna. Ok, 7. Já, hvað? Það er mjög meira en 0. Svo reyðum mig. 7! Hvað fucking Jesú moment er þið að eiga hérna? Veitir hvað ég borðaði marga? Og ég borðaði svona 170 allavega. Sko, ég samt að Sorry, ég væri ekki svona reiður. Nei, allt í góðum maður. Ég er ekki svona reiður. Sko, ég snerti eiginlega ekki Macintosh-mólana, en þegar ég kom norður til mamma og pappa, þá hafði mamma búið til pipakökuhús með 5 ára sinni bróður minns. Og þau höfðu skreitað með nammi. Og þegar ég var að fara 5, 6, 7 dögum seinna, þá var eiginlega búið að strípa húsið. Ég var mjög mikið í því að þetta er þannig fyrir fram mig. Oft var ég að labba fram með pipakökuhúsinu og ég reif eitthvað nammi að það ekki nú að stakka upp mig. Þannig ég var allan daginn í einhverju sykuráti, sko. En síðan strax og ég kom inn í aðstæður heima hjá mér, þar sem ég er sjálfur ekki að kaupa einn nammi eða skreita pipakökuhús eða setja Macintosh í dollur eða eitthvað. Þá bara það er góður, sko. Ég borðaði 3 móla bara á meðan ég var að pissa. Nei. 3 vondamóla. Var þetta ekki líka einhver grikkur hérna á vinnustæðin? Kom ekki einhver með alla vondumólana? Þetta var ekki grikkur. Þetta var eitt stjórinn en að þykjastu vera gett góður og ég eitthvað svona, nice, komstu með eitthvað mönds? Og ég segi, veitu, ekki komstu bara með vondumólana? Hann eitthvað, þá er þetta í samasatna 2 Macintosh-dósum og þetta er bara vondumólanir. Og það veit allir hvað vondumólin eru. Já, þeir eru alltaf eftir öllum. Skulum leyfa áhorfendum að giska. Já, það var rétt hjá okkur. Það var einmitt appelsínugulu mólinir. Er hann með appelsínubræði? Já, og rauðu rauðu mólarnir með fyllingunni. En er eitthvað jafnvont og Anton Berg? Hvað er það? Anton Berg. Er það appelsínu súkkulaði? Þetta er áfengi í öllum Nú mun þessi skjár koma svo. Mér finnst ógeðslega skrítið að MMA sé ekki leyft á Íslandi en bara Anton Berg er bara leyft. En súkkulaði með appelsínubræði er leyft sem er miklu meira ofbeldi. Kannski þú ekki vita, þetta er svona eins og okkar flöskur og okkar dæmi og það er konjak í þessu öllu. Ég þoli ekki. Af hverju hægt að setja vökva inn í súkkulaði sem er... Ég hef aldrei séð þetta. Þetta er classic, en náttúrulega bara ammaðin ætti bara þetta. Skilur eða þú veist mjög gamalt fólk en þetta er allt eitthvað það er whisky eða konjak eða eitthvað svona í þessu öllu þannig að þetta er svona versta of the worst sko. Nei, fara aftur veistu hvað er versta? Þetta, örgulega strawberry in champagne mjúkt súkkulaði sem er ógeðslega dögt er það ekki voltavond? Jú, þetta er bara viðbjör Ég meina, hvers konar piece of shit þarf þú líka að vera bara þegar þú ert að kaupa þér nammi af öllu í heiminum að þú ferðað þetta aprikottin brandi aprikósu brandi mjúkkeks þetta er svo mikið, veistu hvað, þetta er svo mikið ofbeldi það ætti að banna þetta með lögum 100% appelsína hefur einhvern tíma verið að borða appelsínu og hugsað appelsínu súkkulaði er samt ekki allt slæmt. Það var ekki þannig svona hreint súkkulaði, eða með svona appelsínu bræði, þetta er ekki vökvi með appelsínu bræði. Nei, ég er ekki að tala um neitt vökva, ég er bara að tala um einhvern appelsínu keim. Það er fínt. Ég veit ekki á hverju það samt er svona einhver fræg blanda, einhver svona allir súkkulaði framleiðendur hafa einhverju tímapunkti blandað þarna súkkulaði og appelsínu. Já, bara eins og það sé bara eitthvað, ég meina ekki, það er náttúrulega fólk að núti sem er alveg. Það er fullkomið kombination til. Það er mynda á súkkulaði. Það er... Já, þú ert þar. Já, alveg kontroversial svona, sko. Ég, eins og After Eight, ég get borðað 10 After Eight. Já, After Eight, maður. Já. Stundum borðaði beint, stundum brýtið saman. Já. Stundum setið 2 saman og být. Já. After Eight er líka flott nammi. Líður þér ekki alltaf eins og sést aðeins merkilegri manneskja að þú veist að borða After Eight? Ég bara vákaði líka langt sinni í fengi. Þetta kemur í svona litlu hólfi. Já.
Já, veistu, Allt það er búið svona að búa hvert einasta súkkulaði. Já, ég keypti þessi jólin að því ég hélt jól heima. Keiftir aftur eitt inn á heimilið. Já, Gamli. ég keypti það. Það haldi hefðina. Og síðan bauð ég upp á, ég keypti Macintosh 2 kíló sem er algjört rugl að gera, ég hélt að... Hvar kaupir maður? Það er bara stærri dollan. Nei, þú veist, ég er bara, hvar kaupir maður Macintosh? Er það bara í bónus? Það bara heitir ekki Macintosh, það heitir Quality Street, það stendur ekki Macintosh en svona á dollunni. Google it. Google it. Hvað meinar þau? Skrifaði bara Quality Street. Macintosh, ekki skrifa... Nei, gera bara Quality Street og upp á skjáða með það. Af hverju er þetta þá að kalla Macintosh? Af því þetta, gaurinn sem að bjóð til Quality Street hét Macintosh, en sem keypti Nestlé Macintosh og tók Macintosh, nei, keypti Quality Street og tók Macintosh af. Þannig að meira sem Nestlé, ég vissi ekki þegar ætti þetta, versta fyrirtæki í heiminum á þetta. Já. Einmitt. En ég keypti allavega svona dollu. Já. Og keypti After Eight. Já. Ég lit grafa lax sem ég veitti í sumar. Og borðaður hún auga eða eitthvað? Nei, það var hjart og rúkur sem borðaði. Og síðan mandarinur og að því ég var að halda jólunni fyrst skipti heima og mér fannst, ég fattaði þetta allt í hennu. Ég fattaði hvað það er að vera foreldri á jólum. Fórst að gráta? Nei, fór ekki að gráta, en mér fannst bara svo gaman. Það var svo... En ég fannst ekki gráta út af því? Nei, mér fannst bara gaman, skilur, maður fyrir ekki alltaf að gráta, það er gaman. Og bara að setja, í alveg talað, mér aldrei liði jafn mikið eins og fucking basic bitch þegar ég var að setja Quality Street Macintosh í Italaskál sem ég fekk jóluna undan. Ég er næstu fann að gráta. Og það var svo mikið stemming, skilur við, síðan var ég að spila jólalög og við vorum að baka og ég hugsaði að því einu sinni var ég algjör Grinch, ég hataði jólin og ég hataði ekki jólin, ég held ég hataði jólin, ég var í algjör svona, jólin er ekki, þetta er bara fólk að eyða peningum en þetta var bara snillt og mér leiði ógeðslega vel og það var ógeðslega gaman. Já, jólin eru geggjuð, sko. Þau eru geggjuð. Þau eru geggjuð, að það lífið sökkar, en þarna ertu bara þú ert bara að lýsa upp bara tilveru og gleði og fjölskylda ég menn líka bara samvera og fjölskylda maður voru koncept sko þetta sjá þetta er geggjað þetta er eina myndin þetta var besta myndin basically, við tókum ógeðslega marga myndir en hvað, ákveð áttu þú ekki að vera á myndinni? Að sjáðu líka þú sér, þannig er Macintoshið þú getur zoomað inn á það er í glugganum já, það er svona blá eitt alveg ég var ekki að ljúga hann hálf rauðvínsflaska, Gauti, það er hálf rauðvínsflaska hana, voru menn að falla eða? Jóvanna er gjössamlega búin að missa það já og síðan gerði ég annað við erum þetta sko tíminn ekki að vera búinn sko. Jú, við mistum okkur, við erum að fara já, en ég ætla að segja, ég held að við ættum eiginlega bara að gera part 2 og halda áfram að tala um jólin já, höldum alls áfram já, ok, fair enough það sem ég ætla að segja er að ég tók líka ég setti upp jólatrí heima gerfi tók það sér niður mennst ekki nóg mikið stemming í þannig ég fór og keypti alveg jólatrí er einhver pæling að fara og höggva niður jólatrí? Já, ég ætla að gera það á næsta ári það? Já, það taka þetta fjölskyldunum með og... kannski ekki alla en þú veist, kannski taka stelpunar já, svona þess eldri stemming sko en hvert fara menn, af því að núna eru menn sem hafa fyrir því að höggva niður tré og selja þau hvert ferð þú eða þú vilt bara persónulega bara, nei, ég vil höggva það getur farið, það er hægt að gera þetta einhvers staðar það sem er skórækt og þetta er leift þú ert ekki bara eitthvað að vaða út í villta náttúruna bara velja tré, það má ekkert það má ekki, en það er endur algjör bras, af því eins og ég tré sem ég keypti, það er örugglega frá Noregi eða eitthvað þú sendið mér myndband af þínu tré og það var sko risavaxið það var sko 2 fucking metrar það náði alla leið upp í loft varstu með á þakinu á bílunum þegar þú varst að flytja það? Nei, sko vinur minn Arnar Bjartmas hann er að sjá hann svona jólatrí á sölu og ég fór að keypta honum tré og hann kom með svona sendifærabíl sko ég er með það, ég er bara með lítið gervitré sko en ég ætla að segja með söguna með þetta tré ég fer á vel tré
og í fyrsta lagi þá ógeðslega erfitt að velja tré ef maður er alltaf verið með gervitré. Þetta gervitré eru perfect. Þau eru bara symmetry upp á 10. Já. Þessi tré eru öll smá crooked, sko. Já. Herðu, síðan finn ég þetta fullkomna tré og fæ með það heim og ég hringi í eitt símtal og ég heyrði að maður ætti að geyma það í vatni í einn sólarhring áður maður setur það upp. Og síðan bara hlustaði ég ekki meir, skilurðu, hefði átt að taka meiri leiðbeiningum og kannski googla það. Þannig ég tek tréð úr netinu. Þannig að það verður, skilurðu, 1,5 metra á breidd og 2 metrar upp og setja síðan inn í bað og það er svo mikið chaos í gangi þá ámar að setja það í bað í netinu. Og ég setja það inn og það er allt rennandi blautt, allt út í fucking tré heima að mér. Allt út í tré. Og ég fer með þetta fram og það er sko ég er búin að beðast ég þurfti að beða konum minna afsökunar kvöldi, ég var svo reiður Sko, þú sendir mig snapp af þessu þegar tré var komin inn í bað og einu hljóðin voru bara fólk að öskra þú að öskra, þú að taka myndband en samt öskrandi, Jóhanna í einhverju öðru herbergi öskrandi. Já, þetta var og síðan þegar ég var búin að þurrka tréð, var búin að koma í fyrir með hverju þurrkaðar það? Eða bara liða fótna brotnaði fóturinn undir því og datt á hliðina og vatn út allt og ég er að segja þetta var það eftir að strákurinn kúka á gólfið? Þarna fór ég bara þetta fyrir það. Þá hugsaði ég bara, djöð væri gott bara að fara að kaupa síkó og síðan bara já líka gott að þú hafi sko sett upp gervitré og vera eitthvað nei ég ætla þetta vera alvöru jól. Má ég sýna ykkur eitt hérna því að þið voru að tala höggva tré og hvað maður gera en ég fór að googla hvar maður heggur niður svona jólatré og ég sá eitthvað svona reynslusögu hérna bland.is sem ég langar að fá að lesa hana. Það er annað kommentið. Fyrsta er hvað kostar að höggva tré og hvað gerir maður þetta? Heiðmörk, mús og eitthvað og ef þú myndir lesa þetta hérna mér varst það pínu fyndið. Eini ókosturinn við það að höggva jólatré að það fyllist alltaf dordinglum eða pínu kóngulóm í stofunni hjá mér. Ég elska það sé eini ókosturinn eins og það sé ekki bara gerum þetta fyrra og stofan var hreinlega loðin hjá mér. Hætti þegar ég hendi jólatrénu út eftir áramót. Sko eini ókosturinn við þetta er að það fyllist alltaf pínulitlum kongur þetta hljóma bara sko jólatríin sem þú færð í neti búið að höggva niður, er ekki búið að spreyja einhver á þau þú veist það er örugglega skárra en ef þú fer bara út í skó og þú veist það er hreiður í því og eitthvað og þú ert ekki að díla við það passa upp á einhver egg sko áttu líka, þú setur það í bað til þess að losna við þetta sko. Dordinglana öll stofan loðin það er ógeðslegt nú spyr ég bara eins og algjörðu, hvað er dordingull? Dordinglar eru svona pínulitlir 6 eða 8 fætlur eins og litlar kóngulær, ég veit ekki hvort þetta séu kóngulær hvað var þetta dordingull? Var ekki einhver heimasíða? Já Nei, þetta eru kóngulær Já, það eru svona rosa litlir Er þetta stórar og litla kóngulær sem voru eina vesunnið? Dordingull var þarna metal heimasíða einhver Alveg eitthvað Já, alveg Fannst ykkur þetta ekkert fyndið það? Já, þetta bara ég hef heyrst þetta áður, sko að fólk sé að fá kóngulær inn til sín ég meina, þú veist, ef þú ert að þú veist, einhvern tíma þegar ég var lítið alltaf þegar það var eitthvað voðalega sætur um mömmu og bjóti blómvöndur úr fíblum og eitthvað og svo bara allt út í einhverjum anskotars pöttum bara þú veist, það er svona, þetta er þú ert aldrei að taka eitthvað bara úr viltri náttúrun og fara með það inn til þín má ég segja eitt jóladót sem maður fyndi það því að við erum að taka fyrir svona nokkra jólahluti þá eru búin að sjá það sem fólk er að gera sem er eitthvað svona elf on a shelf Já. Finnst ykkur ekki fyndi hvað það þarf ekki social media er að gjössamlega grilla okkur í heilanum sem mannkinn ef einhver einn gerir eitthvað þá líður öllum í heiminum eins og þau þurfa að gera þess vegna er bara Father's Day núna 17 sinnum árið eitthvað það er alltaf eitthvað nýtt og það kemur eitthvað trend allavega, elf on a shelf það var ógeðslega fyndið hvort einhver posta bara á brask og brall eða mömmu tips eitthvað, ég man ekki hvað ég sá þetta þetta er það að á hverju morgni er búið að setja einhvern álf einhvers staðar og börnin sjá að álfurinn er búin að gera prakkarastrik og einhver álfur er búin að hrinda niður sykrinum og einn er búin að krota á vegginn eitthvað svona og krútlegt sko já, nema það var
einhver mamma sem postaði inn eitthvað álfuru minn óþekkur í nótt og var bara að gera svona með hveiti svona gerfi kókaínlínur á borðið inni á sér og það var allt brjálað út af þessu bara, þetta er ekki við hæfi og menn það bara svo ógeðslega fyndið dót, eða þú veist hún auðvitað tóka fram að hún var ekki að skilja þetta eftir svona fyrir börni sín Nei, bara smá grín fullorins húmor fyrir síðuna, skilur Já Finnst ykkur ekkert mikið af ykkur svona dögum? Þú veist, ég var ekki að vinna í ykkur búð og það var svona vöffludagur og þá er það bara eitthvað svona, hvað vöffludagur? Já, þetta er alþjóðlega vöffludagurinn og ég bara, Ég fór svona, ég googlaði hvað dagar eru og þá bara, í dag er Whipped Cream Day Er það? Já, Days of the year og svo er líka Birthday Þú veist, hvað er þetta? Hvenær er birthday? Í dag, til að hafa ekki með birthday Já, gleðilega birthday og til að hafa ekki með þeittan rjómadag líka Já Minnst ekki að það er samt hana fyrir neðan sem að herðu, find your birthday, getur þú fundið hvað mitt er? En sko, af því að þú tala um þetta með álfin og elfan og sjálf og allt það af því að núna á ég lítið badd sem að er að fara að upplifa allskins sko, mér finnst bara nógu mikið fokkin vesen að það séu 13 jólasveinar og núna er komin einhver álfur sem er líka að eitthvað og byrjar hann 1. desember eða eitthvað seinna Ég veit það Þetta álfurinn er ammælisdagur til Unfriend Day Homemade Bread Day Unfriend Day 17. november og Homemade Bread og herriði, getum við Take a Hike Day Er það alltaf ammælinu mínu? Já, þetta International Happy Goose Day Þetta er bara bull Má ég sjá hvað er ammælinu þínu, Arnar? Hvernig á ammæli? 29. februar Aldrei afmæli. Hvernig spyr ég maður? Ég skal finna það 29. feb Alltaf getur valið það Já, hýttur að vera, it's a day, right? Já, 2009 Hvað er með það? Ok, hittir þið það Þetta er spennandi Þetta er spennandi maður Barista Day Já Nei, þetta er bara 1. mars Það er ekki 2009 ár Ég á ekki ammæli í ár Já, og meinar, þetta telur bara árið sem hann á ekki ammæli í ár Pig Day Pig Day Fun facts about names day Menn er ekki eins og reyna lengur að vera sniðir Plan a solo vacation day til dæmis að er eitthvað til Argentínu Já Þetta er gott Herðu, af því við erum að tala um áramótaheit af því að þú varst að tala um að það ætti ekki að segja upp átt Ég ætla bara að segja mitt upp átt Ekki segja N-orðið Hæ? N-orðið? Hvernig getur N-orðið verið áramótaheit mitt? Vorum að tala hlut sem við mátti ekki segja upp átt? Nei, ég var talandi varandi áramótaheit okay. Þú varst ekki, nei, maður á ekki að segja þetta upp átt Ég vil meina maður eigi að segja þetta upp átt þá er komin þessi pressa Þú veist að þú náttúrulega hættur að drekka Nú maður bara edru í janúar Ertu að taka edruar? Ég er að taka edruar Nei, það er februar sko Ég er að taka edru í janúar Ok, geðvitt. Það ekki? Sober January. Ég fíla, mannstuði þegar ég skoraði á því í jóki hérna í eitthvað svona Sober oktober eitthvað. Nei, já, og hann var eitthvað, það er ósangjant að þú drekkur ekki. Já, nei, Gauti var svolítið að tala um það í jólafríuna. Við ættum að setja okkur einhver svona markmið sem væri að hætta svona að follow up í þáttunum og ræðum. Ég hugsaði, hvað með sko, þetta 100 arbegur á dag ímyndaðir við myndum báði að gera hvað við værum með geggjut fucking chest Ég er að fá frekar lousy chest hérna. Ertu með lint chest? Nei, það er alveg pínu hart sko. Ég er líka, þú veist, það er tjóðis æfinga eiga barn. Ég er bara bókstaflega frá morgun til kvölds, ég veit ekki hversu margar mínútur eða klukkutímar fara bara bókstaflega í að halda á barni. Þannig að ég held að þaðan þú veist að þeir ofta að tala um einhvern svona pappastyrk, pappar eru svo sterkir ég held að sé bara af því að þeir halda á börnum svo. Þeir fá svo mikla framhendleiki og allt það. Hvernig var þetta Sober October dæmi sem er alltaf í gangi hjá Joe Rogan, eru þeir að mæla alltaf eitthvað? Þeir gera þetta mismunandi. Fyrst var þetta bara getur verið sober í oktober svo var þetta svona weight loss challenge á milli Tom Segura og Bert Kreischer og svo var þetta komið út í það að þetta var svona þóltest þannig að þau áttu að reyna að vera í 120 beats per minute sem lengst. Vandamálið með mig og Arnar til að fara í eitthvað svona er að markmiðin okkar eru svo mismunandi sko. En geta ekki verið eitthvað svona þú að hætta að bora sigur í eitthvað tíma og hann að hætta að gera uppáldið sitt? Ég hætta að gera uppáldið mitt? Já, þú veist, eitthvað svona, er ekki eitthvað sambarlegt við sigurinn, er það bjór eða eitthvað, þú veist, ég veit það ekki.
þú veist, já, ég er búinn að hætta bjórnum núna. Bjórinn var uppáhaldið mitt. Úff, já, ég meina sigur. Já. Byrjar á morgun. Ég skal atna... Þú er náttúrulega búin að ákveða að ekki drekka neitt í janúar. Við liggjum á þessu, Já. við erum að fara að hittast þér aftur á morgun. Þó svo þetta er mjög rugglingslegt fyrir fólk að heyra við sem hittast á morgun, því að þetta kom bara einhvern tímann út. Já, í rauninni, ég skilji. Herri, ég ætla að cut this short, this long. Við erum officially komnir í seríu 2 podcastunum. Ég er búin að sakna ykkur. Ég var bara að segja, ég finn alveg maður ég er svona æstist upp bara svona eins og barn á jólunum og svona, ég fór ekki í, ég ætlaði til dæmis að segja eitthvað frá kaffi og bíflum í dag. Gleymdi því. En þeir sem eru á YouTube sjá kannski að það er komin svona bíflugu þema hjá okkur. Já, ég lofa þetta. Það er, ef þið elski podcastalan, þá verðið þið að fara á YouTube og sjá, bæði introið okkar, sem er, kostaði 1 milljón, eða eitthvað. Unnið að Pixar. Pixar. Og sjá bara hvernig við lítum út í dag og subscribe á allt þetta dæmi. Ég fann fyrir þegar við hættum líka hvað við eigum mikið loyal fans. Já. Má ég spyrja einu hana? Með þessar 100 arbegur. Já. Ertu að splitta þeim í þrennt, 25, 25, 25, 25 eða? Í gær gerði ég 30, 20, 30, 20. Í dag tók ég 15, 15 og ég man ekki eins og hvað, ég tók alltaf 30 núna, ég veit að ég búi með 15, þannig ég ætla basically bara að taka 55 viðbútt til að vera 100% að Ég með þessu. Er það ekki? Þetta er máli. Ég með þessu. Ég skal joina þetta líka. Ég er ekki að jóka, strákar, hlusta á þetta, bara byrja fyrstu 3 dagana að ég taka bara 15, 15, 15, 15, skilur, á nákvæmlega. Okkar maður er byrjaður að fínasta form. Já. Svo hvað getur farið djúpt með hausinn að þeirna er ekki með andlit. Ég vil líka bara hvetja að hlustendur okkar sem eru kannski ekki búin að setja sér áramótaheitt, takið þátt í þessu með okkur í podcastalunum og þá eru bara við allir, riddararnir og kóngarnir, allir með einhverja big ass júlur í sumar maður. Ég vil á, ef ég hætti bara sigur og hættir handtaki vöruna. Nei. Podcastalinn, yeah!